20. og 1. október árið 2022. Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Árið? Árið? Það er nýtt. Aldrei gert það. Það er alltaf eitthvað nýtt í sem þætti. Það er margt sem hefur komið áður en það gæti einhver að vera að lappa út og tíma vel og veit ekki hvað er. Svo bara heyra hann í útvarpinu á FM Öddi Blöð sagðan og bara 22. Og ef þið hafa aldrei hlusta á hana þátt áður og þá eru 3 fertugi kallmenn að vinna á FM 957 að reyna að búið til sprell. Einn heitir Auðun, einn heitir Steindi og hinn heitir Egill. En allir í gís. Sprelligosar. Já, allir rugglaðir. Já, við erum alveg flippaðir, útuflippaðir. Það er bara þannig. Þetta er, en ég ætla bara að byrja að spyrja ykkur drengir, eru þið ekki brættir? Ég ætla ferskir. Jú. Ég er helviti góður sko. Já, og það var svolítið grænjandi í dag. Já, ég er með höfverk á það. En sem betur fyrir þá, var Jónsi klippari með íbúfinn. Fekk 2 hjón. Þú dópaðir upp. Jónsi klippari? Já, fekk 2 hjón. Sjónvarsklippari, klipp sjónvarp. Já, klippi, að býr til sjónvarp. Þú varst ekki í lagningu í morgun. Það var flott að ákveðið dag. Það komið svo luppaðist. Já, samt eitthvað. Ekki það, ég geti hlegið eitthvað að því. Nei, þetta sexy samt. Smá tökutengt, ég má ekki vera í klippingu strax. En ég er að vinna með það, ég er að greiða píku. Það er að koma aftur. Þetta er flott lúk sko. Það er í rauninni einn sorglegt að segja og kannski var Jay-Z að uppi að refsa mig fyrir það. Ég er náttúrulega oft komið inn á hvað ég var nafastur. Ég var eiginlega bara með ég var með 3 klippingar alla minni fyrir. Það var greiti píku einu sinni. Stall, voruð þið með stall? Já, sem bara krakkar bara. Já, það var þessi krakki. Og svo bara svona stuðkliptur. Við vorum bara Ég sapna aldrei hárið eða gerði aldrei neitt. Hvernig var þetta á þér stóma? Þú var bara tölvöld yngri. Ég var 19 ára að tvítu þegar ég fekk fyrstu, hvað heitir þetta, strípunar. Já, þessi var skoðið bara kortir senna. Já, kannski ekki kortir svona, 6 árum, 5 árum. Fór eitthvað að þinnast. Ég hef verið að vinna með svona alls konar. Uppáhaldsklippingi mín var þegar þetta var í kringu 2000 tímabili minni mig sko, sem er nú komið aftur í tísku í rauninni. En það var þá var ég með sem sagt aflitað ofan. Ég var í rauninni með stallinn en rakað undir, aflitað ofan og svo í vindinum þegar þauku þá var rótin dökk undir. Ég gerði það aldrei, það er viðbjörn. Og svo var ég í svokallari, það er svíðilega klipp. Svo var ég í svokallari Reykjavíkur. Varstu að segja að það var að koma aftur? Já. Það er ekki koma aftur. Og svo var ég við þetta. Ekkert frekar heldur en svörtu buxum með 2 svona hvítum röndum niður. Það kom aldrei aftur. En vil ég heyra því fashion sem ég var að taka með þessu? Ég var að vinna með Reykjavíkurúlpuna svokölluð. Hún var svona, þetta var svört úlpa sem var appelsínugulinn. Já, voru allir í því. Allir í því. Svo var ég svo var ég í svona stúsi buxum með stóra langa keðju sem fóð síðan í vesti. Varstu handrukkar á þessu tíma? Þú var lýsa bara hvað rukkar að gáða. Svo var ég í stáltá. Og fólk vildi ekki hitta eða skuldaði penning. Nei, ég gleymi þess að aldrei. Fyrst þegar ég fekk stáltá, þegar mamma og pappi keyptu stáltá skona sem voru tísku. Þeir voru í rauninni fyrir. Það eru kannski einhverju sem muni ekki eftir þessu. Ég var ómikill jock til að vera í stáltá. Ég vildi bara vera í íþróttaskóm. Þetta voru klossar sem voru meira saman með svona skrúum undir þú sem voru eins og botnir af skrúar, svona rough looking sko, kannski eftir á svarta eða brúna eða eitthvað. Og síðan var stáltá undir, þú veist, og það var flottast þegar það var komið gat framan á og sást í stál. Fólk var að rispa til þess að fá stáli. Og fyrsta sem ég gerði þegar ég fekk skóna, ég fór út, lappaði næsta kanti og byrjaði að sparki hann á fullu og rífa svo myndi sjást í stálið. Þá var seniorinn og Sigga brjál, bara ég var að skemma rándira sko, já þú veist þetta var mjög dýri skór, þú veist þetta var, maður var ekkert alltaf að fá fín föt gefins á þessum tíma sko, þannig að þetta var svona alvöru pakki sko. Ég held að sé eitthvað svona seging þú verður á foreldrunum þínum, you become your parents. Finnið þið eitthvað sjálfið núna að vera alltaf líkar og líkar á foreldrunum? Já, ég finn það alveg. Sérstaklega, þannig að þú basically, ef að Ronja, nú stýttir í það, ef hún er komin í, segjum að hún væri búin að kaupa sér skó og að rústa þeim, þá væri þú líklegur að koma og segja bara, Ronja, hvað ert að gera? Já. Við vorum að kaupa þessa skó og hún myndi bara segja, þetta er fashion. En þér finnst það hrikla astanlegt að mamma og pappi hefði ekki fatt að mér finnst það líka, ég er sammála söllu en ég finn það bara því að ég er alveg búin að segja ykkur frá seniornum hvernig þú veist það er svona erfitt að fara á ferðina með honum. Já, ég sagði frá því blökastinu, við náttúrulega með blökastu líka en sagan sem þú sagði mér og það er svo leiðilegt að maður með ekki segja frá þessu. Nei, en það má ekki segja frá öllu, hann kemur sér í vesen. Sagan sem að Steindi sagði mér á í Dubrovnik síðustu helgi, er fyndnasta saga sem ég heyrt af nánast bara hverjum sem er.
Þegar hann var í sundi að öskara sýstiðina sko. Já, það mjög fyndið sko. Hann er svona, kemur sér og sýsti mínu ennþá að jafna sig eftir þetta. Hún bara, ég fer aldrei með þessu manni neitt aftur. En já, hann er svona, þið veit alveg hún glöð. Þið veit hvernig típan er. En, sko, ég er að upplefa meira og meira líkari honum. Og ég lendi meira þess að bara í því í gær því ég var að sækja dóttir mín á leikskóla. Já, því að þá fór ég að sækja, ég var með, sem sagt, eldri, ég var með, Ronja með mér og við fórum saman að sækja. Og, sem sagt, þetta er oft þannig að þú mætir hérna, þá eru þau ekki inn í stofunni. Þá eru þau kannski stofunni við hliðina og að samina. Já, eða niðri, skilur við. Já, þú þekkir þetta. Og allir sem er að hlusta þekkir þetta. Já, ég fer inn, ég náttúrulega er með -2 og svona, en það var aðalega hvernig þetta fóð fram, sko. Það var seniorinn, sko, í mér. Er að því að, þú veist, ég fer hann inn og sé svona lítið kring og ég sé, þú veist, alla krakkana og svo sé ég hérna eina stelpu sem er eitthvað að hækki ykkur svona útvarstæki og með eitthvað svona alveg svo dóttir mín, bara, þú veist, með sama hár og hún leit út eins og hún, skilur tókstu vitlaust bá og hérna, og ég var eitthvað, Mathildur, pappi kom inn og eitthvað svona stemning og Ronja bara strax, bara, þetta er ekkert Mathild, sko hérna, ég bara, jú og þá byrja ég að gera voices Mathildur og það var fullt af fullóttu fólki þarna og svo stík krakki sem alltaf við og þetta er ekki hún sko þetta er bara grókunum krakki Þú er miklu meira -2 Þetta er alveg verið Ef þú þekkir ekki barni Já, hvenær varstu síðast í mælingu? Þetta er 20 ára góður mælingu sem -2 Hún er svona 3-4 Þú er búin að tala -2 síðan ég kynntist þér þannig að það eru 10 ár Ég sé hrikalega illa Já, þú veist, ef við hugsa bara spáðu Hvað er í marga putta núna? Já, þú ert með 3 putta, ég sé það En máli er að Strögglaðu þetta samt sko En þið verða að ímynda ykkur sko Ég stend þarna, set svona hendurnar svona, þú veist á mjadmyndnar gerir svona grínrödd Mathildur, við erum komin þetta og maður sér svona kennarinn allir já, nei, þau eru niðri og já, og það verður bara verið svo sínur já, pappa þínu líka eil pappa þínu er ekki svona já, hvernig á ég að orða þetta pent svona öðru í sem pappa hann elskar fótbolta fyrir alla leiki með Breiðablik, elskar United fyrir reglulega Old Trafford og ég ætla að fyrir reglulega að gera það sama sko, ég er bara lélugur í hönd hann er góður að smíða drasl ég er ekki góður í en hann er þú veist, en ég veist það er alveg svo pappi, hann er rosalegur í bridge og ég kann ekki bridge það tekur ekki allt annað sko en ég er ekki svo stendilös var alltaf að borða ofveldaða mat og nú hefur hann ekki gaman að borða mat þannig að það mun eskuleita í næstu kynslu fyrir neðan sko. sem gæti bjargað dætrum hans er að Sigrún elskar að borða góða mat hún gæti græja þetta allt saman en pappans, sko, ég held að okkar besti maður, Einar hann er ekki eins og pappar okkar ég held hann komist frá ATB alveg stórslis og löst hann bara fer í vinnun og fer heim það er ekki endalust ves en hann er svolítið eins og ég eina sem ég kannski er svolítið líkur með að hann er alltaf unnið fáralega mikið sko. þú er alltaf verið farin út þegar ég vakna á mótnana og þú er lengi á daginn og vinna frammettur og svolítið sem ég er núna ég kannski það er svona sem er líkt okkur við minnum mikið ég finn alveg að svona, það er smá pappatendansi í mér sko, frá pappa sko, sem er stór hættulegt ekki það í dyrkan þú ert ekki með gullkeðju það farið ekki keðjuna nei það mun aldrei gera ég mun ekki mæta í sko brúðkaup og annað með í leðujakku og gullkeðju og það er basically sem pappi gerir þegar hann fara eitthvað fínt sko. ég hef aldrei séð hann jólin eða neitt ég hef ekki séð hann í einu ammali þar sem hann er ekki í leðurjakkanum sínum með gullkeðju þetta er spari það mátt ekki taka á alls ekki Ég veit hvað ég er bara ákvæðast að vera ég ákvæði eða bara núna ég ætla að fá mér gamla manna keðju mér finnst hvernig er gamla manna? Það er bara svona þunn gullkeðja sem þú setur sem er bara um hálsinn skilur Er það gamla manna keðja? Þú færðir hana þú orðin kannski 40, 50, 60 mismunandi hvernig menn hoppa á hana sko ég er 37 háls, ég ætla að henda mér hana 37 háls, þú ammali eftir 2 mánuði ég er að 38 ára er bara 2,5 ári í ammali June ammali aldarinnar þú ferstuður þetta er sko nú verður ég er búin að segja hann, ég ætla að taka að mér að já, en það er vel að toppa sko, það er að toppa skýri 50 það er að toppa þegar þú leiðir ranga á þetta þarf að vera eitthvað það gerir aldrei neitt sko. ég vil ekki vera að toppa ykkur þykir væntum þú ert að fara að vera mála, þú ert að vera sokki okkur báða það er besta party of all time hvernig myndi auðvitað líða ef ég myndi halda betra party hann tekur það bara á kassa ég myndi dyrka mannst ekki ammælinn mín í sumar þegar þú sagði bara ok, ég viðurkenna þetta er ekki bara gert fyrir þig, djöfull er gaman þú sagði þetta við mig í sumar í Hveragerði og sagði ég lofa ég heldur
afmælið Og segjum við myndum pakka blöð saman Bara reykjan Hann bara rífa sig í gang næst En þið vita að þetta nú aðalega fyrir ykkur tvo sem ég var að halda þetta afmæli Nei, fullt af fólki kringu því Já, ég að segja það, skilur En þú leigir ekki bara höllina Þetta svo ég á afmæli Og bara innrættar hana, þú veist Eitthvað bara eins og þú vilt Þetta svo ég á afmæli 9. desember Það var rosal Já, getur við jólatónleika? Dagurinn það sko í rauninni ómerkilegur heima hjá mér Sigrún bara fekk símtal og var beðin að vinna þarna 9. Og hún horfði ekki svona á mig. Hún bara, já, það ekkert mál. Þú að plana að gera eitthvað? Nei. Samt varst þú búin að lofa okkur að halda upp ammælið í ár. Var það? Hún lofaði mér í sumar. Já, ok. Hann að fara að fresta sig. Hann að fresta sig að vera Big 40. En málega allir segið þekki eru erlendis og Ítalíu yfirleitt í veislum. Hvort sem að segja ásáttíð eða brúðkaup eða ammæli. Hvernig var þú stóðun með henn? Akkur leigir ekki bara eitthvað villu í Ítalíu og býður fólki að hanga? Það var í veisl. Ég var til í það. Eða bara giftaði og við mætum þá. Og hafðu eitthvað svona hvít kókaði þeim að allir í hvítu? Ég hef aldrei farið í þannig steini. Það var geðveikt. Það svolítið, þið takkið það, hvít þema. Ég sko allir í hvítu. Það en ef einhver fær í magan eða eitthvað svona, þá viltu ekki vera í hvítu. Bara fara á hæðir. Það er klósið í villunni. Skít í sig í veislunni. Nei, ég meina, þú veist, ég að segja bara Dóri bara í bleiu, skilur. Ég að segja að þú kæmist og vart í tengslu við úldið kjöt. Ertu hrættu við pappaðin? Nei, ég alveg hugsa basically all white veisla, það svolítið búið sko. Hvaða fólk í kringu þig og þú voru ekki að vera með hvitt þema? Jó, ég meina þú veist ég að segja hópmynd, allir, þú veist, villu Ítalíu allir í hvítu. Ég hef verið í svona, ég hef verið að skemmta í ammalikt hérna í Bísa, þá voru við öll í svona hvítu. Það var ekki gaman. Ég drepi þegar að skemmta á í Bísa. Er þetta grínast það? Og er þetta bara eðlilegt fyrir þeir? Já, ég var að skemmta eins og í Bísa, allir í hvítu. Og hvað var öðvöld það? Þú hefði reyndar elskað þetta á svona villa og allt upp á 10 og svona dótt. Þú myndir alveg sko, þú hefði lifað á þessu lengi. Við föttum það líka hérna í bara auka þættum að blöðkasturinn sem kom í gær. Jón Jónsson og þú eru með sko, hann búinn að gera allt sem þeir langaði að gera á bucketlistan með. Hann búinn að fara til með Maldives og hann búinn að allt sem þeir langaði að gera. Það bara another day í office okkar besta manni sko. Pælt í því sko. Þú veist ég sjálfur eftir að taka þáttinn sko. Og ég ætla að gera það nú bara í sólinni. En ég ánægði með John og ég held að miklu þetta fyrir mér eins og ég var ræðið við ykkur off-air að þú veist að vera að ferðast með krakkana með einhverju millilendingu og fyrir aðra flugulöku og það vesen með svona krakka. John tekur bara skell. Hann fer bara til Maldís með alla krakkana og ekkert vesen. Hinn og nettur. Var hann að gera það? Með fjögur börn? Nei, kannski var þetta bara hann út allan heim sko. Við tókum þetta eins í blöðkasturinn. En hann enga þótt að segja? Nei, ég veist eitthvað rugglar. Hann hefur budgetið það. Það gæti alveg verið sko. Hvað? Það sé með engaþóttu. Hann ekkert með budget John Johnson sko. Já, ég veit allt það en hann ekkert á engaþóttu. Fjandinn hafa það. En við erum með Álveru mynd, á hvað blöðpóp ekki hafa? Hvað er wow? Bara hvíta þema hvítu. Rosaleg mynd, allir í hvítu og sundlu í bakgrunum og hvort það vinsi ég séð sko. Þetta ertu rugglað. Við erum svaðalega þátt fyrir ykkur í dag. Kæru hlustendur, spurningakeppni Gilsarans. Hvað erum við með í boðið þar? King of Jesus. Alveg rétt, þú ætlar að vera með King of Jesus. Samt ekkert páskar eða jól eða neitt. Nei, sko, ég sá ykkur á umræðum daginn að einhver skóli í Garðabæi eða eitthvað var að kippa einu bóðurinu út hjá sér. Krakkan þetta bara læra 9 borðar, ekki 10 og þau tók út og megir ekki girnast þannig að konur nákarnas náungans, segir maður reyndar ekki nákarnas. Já, ekki nákarnas. Þannig að nú máttu greinlega bara, þú veist, máttu greinlega hristaði yfir nákarnaðinu, náungans. Sangat þessu skóli í Garðabæ, Já, svo erum við með top 3 sem er nýjasti liður F95 og spurning, hún var komin sturla staðnindur á sínum stað, Blast from the Past kemur eins og alltaf á 3 vegna fresti og hann mætir aftur. Það er veistla í dag, það er þegar að Gunnþór ringdi í Sjálfstæðisflokkinn rétt fyrir kosningar. Þetta er degi fyrir kosningar og okkar besti maður Gunnþór sem er að sjálfsögðu Pétur Jóhann var að láta Sjálfstæðisflokkinn heyra. Geggjaður karakter sko. Þekkið ekki er líka og svo settið þú mundur fyrir cash. Já, ég var að spá í því. Þannig að það er nú alveg rosalega. Ég er með 7 spurningar í mundur fyrir cash þetta. Já, eru þau samt alltaf bara 3 eins og tjekka þetta King Richie sem hann að dílita
myndir þú verið Cass? Já, ég skal tjekka því eftir. Nei, hann getur verið þetta. En sko, það var ekki, ég reyndi að dobla, já, svo náttúrulega Klefi, sverðu það. Já. En við ætlum, ég reyndi að fá Steinda í Kitta Keistlun, hann sagði að hann hefði ekki orkun í hann í dag. Steinþór. Hann sagði þetta tæki svo á. Nei, þetta tekur á, sko. Þú verður að taka Keistluna. Já, bara, það er orðið þannig að Steindi þarf að vera í svona vissum gýr fyrir Kitta Keistlun, það má ekki vera með hausverk. Það er bara 2 bjóra og reyðið í gang. Ég var með hausverk nefnilega í morgun, ég er með svo mikla vöðvabólgu hérna, ég er alveg drepast. En sko, já, eða kírópraktor. Já, þú kíktu á gumma kíró. En svo er alltaf hendi eitthvað, við getum lappað saman við gull. Já, við getum gert lappa hægt. Svo er eitt í þessu líka drengir sem er náttúrulega frekar, ég myndi að segja að væri graf alveglegt mál, en Ötti bannaði mér að vera með máva. Já, ég bannaði ekkert. Egil spurði, ertu með máva? Þú varst ekki með að klára og ég sagði bara, það er allt í lagi. Ég kallar það ekki að banna. Þú sagði svona helst ekki. Nei, ég sagði bara, það er allt í lagi. En spenandir hafa verið í góðri pásu. Spenandir eru búin að vera í góðri pásu. Mér finnst það spenandir eftir alveg að fá. Þú verður að hætta, fyrst að Steindi ekki að fatta trollið, þá verður að hætta þessu. Steindi virðist vera það einfaldur og hann fattar ekki að setja að trolla sig. Þú ert alltaf skellir hægjandi að segja, ok, en spena. Og Steindi alltaf bara, já, ok, taka þá. Já, þeir eru geggjað. Fyrst hann er ekki að ná þessu, þá verður hann bara að hætta þessu. Það er heldur gaman að skoða. Öllu grín slettu, mávar hafa fengið svaðaleg viðbröð, sko. Já, við erum að tala um að þjóðin. Það var líka, þá var allt morandi í mávi. Ég hef ekki sé mávi í 2 vikur. Ég held að þjóðin er þjóðin er ekki glöð með þetta, sko. Nei, þetta var gaman þegar það var mávarstemming. Tók sér eitthvað til að drapa alltaf þessa máva? Nei, sko. Það er eitthvað gæst. Ég er ekki eins og líka. Ég hef ekki sé mávi í 2 vikur. Þeir eru að gera allt vittlust. Það hefur ekki séð vídeóið. Það eru að sækja það neitt að fara af gödunni. Ég er með dagskrálið sem heitir Gúsis. Nei. Það er viljið. Nei, herru, hérna það er allir feskir. Ég ætla að byrja þáttinn í dag, drengir, á svaðalegu lagi sem að ég heyrði daginn og fattaði bara, vá, djöfull langt sinni heyrði þetta lag. Þetta eru þeir Justin Timberlake og Jay-Z með Holy Grail. Jay-Z þeim. Já, og að Jay-Z, King of Jay-Z. Það er fyrir að hlusta hér á FM 957 á FM 957. Þetta, langt sinni, þið voru báður að syngja með hana. Þetta var greinlega gott lagaval hérna. Holy Grail. Þetta fór með mann svona Ég maður þetta lag kom út á pubin, sko. Oh my god. Já, var þetta östustímabilið? Hvað er þetta? Ég mannaði ekki. Nei, þetta var King Richie með einhvers löglög. Þannig að settur bara gott lag á. Þetta er koncept sem við vinna meira með. Bara setja góð lög á. Já, ég tók þetta bara Spotify, sko. Drengir, eru þið tilbúin í slúður? Svo var verið að benda mér á eitt Steindi. Já. Þú ert búin að með hausverk hérna dag. Já. That's a new sign of COVID. Hver er munun á því og the old sign of COVID? Var ekki hausverku líka? Nei, þá mistur lykt og bræð og eitthvað. Þú verður að basically ef þú ert með nefnrensli og hausverk, þá eru bara mjög góð líkur með COVID. Er þetta smit okkur hérna? Ég er ekki með nefnrensli. Það var frábært að þú myndir færa aðeins lengra frá það, sko. Fara að mæta þig og gott ekki návægt mér með það vírusin. Ef þú fær höfuverk, þú vart ekki bara automatist bara með COVID. En þetta eru the new symptoms, sko. Ég er með vöðvabólgu, ég er að drepast inn í hálsinu, sko. Það er bara Hvar farið ekki pinnan? Hvar farið pinna í dag? En einhver er til í pinnan aftur. Engin að selja pinnan í dag. Hvar ferðið þú í pinnan núna? En getur þú farið þarna sem að lappaði inn eins og hamstur á sínum tíma og látið tjekka þig? Nei, það er ekki röð þangað inn núna. Nei, hvert fer hún? Steindi elskar pinna. Hvert fer hann til að fá pinna núna? Hann er bara búinn. Það er ekki til. Nei, þú getur keypt hann út í búið, ekki? Apótekið, pottet. Fólk er ennþá að tjekka hvort það sem er COVID, sko. Þetta er náttúrulega mesta bónus pest sögunar, sko. Hver? Nýja COVID? Nei, bara COVID. Gamli COVID? Já, bara allt saman. Mjög weak shit. Nei, ég er að segja, þú veist, já, ég veit ekki hvort að fólk, ég veit ekki alveg hvað fólk gerir í dag. Er það að fara að kaupa sér pinnan eða fara höfverk? Það lítur svona vel út, sko, með flotti yfirskæg og þykkt hár í dag, sko. Ég vil samt ekki taka neina sensa, þannig að haldið þið frá mér. Ég ætla að fara í slúður. Hann er langt frá þér, þú ert hinum með bólum. Ég er nú að segja. Hann er að leika hérna og host í áttir að þér. Ógslur. Hætti þessu. Stráka, slökum á. Ég kom í morgun og sagði, ég er ennþá með svakla vöða. Það gerur þetta ekki, þú hostar ekki í áttina fólki. Ég er 8 metrum frá þér, sko. 8 metrum frá þér, sko. Jú, við erum inn í risa stúdíói, sko. Ok, þú verður ekki eins og veikur, þá áttu ekki að gera þetta. Þú ert ekki að host í áttina. Þú veit ekki. Þú varst að því. Nei, ég var að gera svona í mæk.
þegar þú sagði gleymdu þessu maður, hann að ég herraði á það var í Tallinn troppaðist. Hann mátti ekki nærri í Tallinn, þú máttu bara með ég myndi aldrei hósta á ykkur. Aldrei. Ég myndi aldrei hósta á neitt. Þú varst að reyna? Nei, það er mjög spes að hósta á okkur að nærra á okkur. Egil nærraði framan. Hann satt á endan. Ég var alltaf blöytur þegar hann nærraði. Ertu ekki að tala um þegar þú glemdu þessu í blöðkastum? Bara ekki í Íslandi. Já, þá var hann að nærra yfir, þú veist. Ég bara nærraði á vort. Já, ég var búið með 2 bjóra og var eitthvað kvöldi ónæmiskennu lá bara niður sko, öllu kannið sleftu Stendi, kostum þú heldur og sett með COVID eða ekki þú átt aldrei að vera host í áttinu verð ekki að, hvað þetta ert ég er ekki að gera þú átt ekki að gera hvað heldur þessi 5 ára, slaka á ég var að djóka eins hérna bara með hérna þú ert oftast góður út að djóka en svona djóka maður ekki það er komið haltu áfram með þetta, hvað er það í? að koma að slúri James Corden okkar, já ég get ekki sagt besti maður er hann ekki en asshole? Nei, ég veit ekki hvað er stendið í þessu saman en sko, ég er að lesa núna 3. fréttinu þetta mál, hann var að borða sem sagt á, hann hefur farið nokkur sem á veitingastæðin Baltasar sem er ekki eigu Baltasar Kormakar og þetta er víst einhver það eru Baltasar Baltasar ekki bara hinn enni sanni eða Baltasar en eigandinn er Keith McNally og hann sagði James vera dónalegasta viðskiptavinn sem hann hefði lent í á ferli sínum og þetta er ykkur 20 árið eitthvað og hann tilkynnti þetta opinberlega og greindi frá þessu sem var til þess að hann sagði að hann myndi aldrei fá að koma aftur á staðinn James Corden og James Corden hringdi svo víst í hann baðst innilega afsökunar hegðun sinni og hinn þessi Keith McNally hann gaf út yfirlýsingu að hann væri aftur velkomin því að ef að menn kunna beðast afsökunar þá heldur allir að máli væri búið að James Corden mætti aftur fara á Baltasar og allir feskir nema svo var núna bara nýjasta slúður er að James Corden var í einhverju viðtali hjá The New York Times þar sem að hann bara breytti algjörlega viðhorf og sagði þetta er mesta kjaftaði sem ég veit ég ger ekki neitt rangt ekki með nokkrum hætti hversna ætti ég að hætta við að ákveð ætti ég að vera að beðast afsökun ég varði í næsu, ég fyrir eitthvað rólur yfir þessu öllu en mér finnst þetta kjánalegt, segir hann svo vildi að meina að einhver við hliðin á þeim og meðan viðtalið var tekið upp, þá var einhver sem sendi egg inn og hann sagði ok, eigum við bara að setja þetta núna á Twitter og tala kannski ógeðslega dónalegu þessi kona sem var að senda eggin inn og gera allt vitlaust nú ætla ég að segja mitt álit ég held að hann hafi verið dónalegur á staðnum ég held að hann ekki sagt bara væru til í að taka þessi ekki inn því að þetta áttu víst það er engin með svona flottan veitingastað og bannar því þetta er mjög frægur maður en svo veit maður ekki mér veist ekkert verri í þessu lífi en að vera dónalög við afkvæmslufólk og dónalög við þjóna það bara ef ég set á borði og einhver á borðinu er dónalög við þjónin ég er bara svona ég svona langar eiginlega bara að láta mig hverfa hvað þá fólk sem smelli fingri eftir þjónustu Köststæl í Amsterdam og ef hann var en asshole við þjón þá þú getur ekki, þú finnur ekki verri típu það var dónalög við en það var ekki eins og neitt, það var tvisa, þess vegna fór hún í bann og líka kvarta, þú veist, þú panta medium rare steak og hún var kannski bilunum medium rare og medium og svona ekki oföldu, bara svona ég get kvarta eða kvarta Selvinir, þetta er ekki alveg ég næpur nýja en ég skilja hún oföldu ef hún er svo skósóli sumir elska bara kvarta en það er líka mikill munur, bara hvernig þú lætur vita ef það eru mistök og hann átti vist samkvæmt eigandanum þá eipsitta í staðin fyrir að segja bara herru, sorry maður, það er smá vesenindi ég baði þetta svona bara að afsaka þetta þið miður James Corden út game over nú Nei, alls ekki við vitum ekkert hvort það en allavega ég samt gruna sér eitthvað til því hann erum við ekki hættir að halda með honum með Nei þánga til annað kemur við erum öll eftir en ef hann er dónulegur hann neytar þið aldrei viðtalunum við New York Times hann sé dónulegur, hann vil bara meina að séu allir svona Nei, það er bara ekki rétt Nei, ég er sammála því Svo er það Kristján veistu hvað það er Steindi? Christian Bale? Nei, Hvað sagður þau? Sorry maður, ég heyri Kristján breytist í Christian Bale Ég sverða ég heyri Heyrðu korkin ég sér Nei, ég heyri Hear no evil, see Ég no held evil að COVID-veiran fari í eyrun líka sko Þú ert með byggandi COVID Nei, ég heyri mjög vel Ég fór sko, ég er náttúrulega heyri ekki hátíðnihljóð Það er dottið út hjá mér
Ég var ekki með eitt hátíðlíf. Ég fóð til Ég sagði bara Kris Jenner. Já, settur henni klefa með svona 2 takka sikkur megin, það sem ég átt að gera alltaf svona ít á takkan því ég heyri hljóð. Og við Hvað ertu í endalösu rannsókn? Nei, Sigrún fór með mig í þetta. Þú líka einhverju testur. Nei, hún fór með mig í þetta því að ég heyri ekki það vel heima. Það fór í test. Já, enginn í kringum mig hefur farið í test. Þú sagði mér frá einhverju öðru testum daginn sem var eitthvað. Já, þetta er bara bygg Glæsibæ. Já, hvað ertu alltaf í einhverju testum? Nei, hún bað mér að fara í þetta og ég fór í þetta og tjekkaði. Þá vantar, Gauri spurði hvort að ég væri skytta. Ég sagði, nei, ég á ekki. Þú ert ekki að shooter. Nei, ég sagði við hann, ég á ekki eins og byssu, sko. Ég er ekki með byssu leiði. En þú ert að shooter í töluleikjum, sagði það? Já, ég sagði við hann, ég er að spila töluleiki. Hann sagði, ok, ertu að spila ógisla hátt. Og ég er alltaf með, sko, því að ég vil heyra, sko, ef einhverja gangi, eitthvað, heyri í mölinni. Ég er að hlusta á litlu hljóðum. Þannig ég er með þetta í blasti, sko, headphone-in. Og það er greinilega búið að tæta eins og hátínina. Það er mjög spes, sko. Það er heldur slæmt og hvorki sérðin ég heyrir. Hvað fæst út úr þessu heyrtætti? Við vorum að tala og þú heyrir ekki. Nei, ég var utan mig. Hann sagði Kristján og sagði Christian Bale, sko. Já, hvað var niðurstaðan eftir varstu svona? Nei, hann sagði mér bara ég þyrst að koma bara svona fylgjast með þessu en ekkert slæmt, sko. Þannig sé, sko, ég þarf ekki tæki. En veistu hver Kris Jenner er, Steindi? Nei, ég heyri í alveg samt núna að því að þú talar óskýrt. Kris Jenner, Kris Jenner, já, ég veit hvað Kris Jenner er í Kardashians. Já, rétt, það er mamma Kim Kardashian og hún er mjög skemmtileg típa. Já, hún var að gefa það núna út í viðtali að hún vil láta brenna sig þegar hún deyr og láta búa til hálsmenn úr sér fyrir börnin sín. Já, þetta liði eitthvað ruggla. Ég veit það ekki. Búa til hálsmenn alltaf láta brenna sig. Já, en samt það var ekki sem gera það. Nei, svo er kannski eitthvað fallegt í þessu. Ég myndi alltaf láta brenna mig fyrir eitthvað en að láta jarða mig bara svona. Það skiptir engum átt hvað sem er dauður. Ég vil shit undir held ég, sko. Tilhugsunin samt, strákar, að vera að borða þar að pöttum versus bara klára the fire, sko. Borða þar að pöttum, það sem ræði þú dauður hann og neyri. Ég meina, þú veist ekki hvernig er að hefur dáið oft eða, þú veist ekki hvernig það er. En að vera brendur, nákvæmlega. En þú vatnar alltaf nú leiðir í ofnin. Þessi döðdagi heimi var að brendur, sko. Viltu það skára að vera étina pöttum það? Voru ekki að tala um að maður væri hvort þið döður? Jú, hvað sem er döður að pöttum að hétta þig? Já, mér veist þitt þá það er tilhugsun, alltaf. 100%. Já, það er svo það er. En já, ég ætlaði með þetta að spyrja eitthvað drengir. Ég er kósið að vera étina pöttum, svona þú segir það, sko. Ég held að það sé bara hræðilegt. En já, mér finnst þetta bara flott hjá henni. Ég hugsa að ég bara eldan í þessu. Já, ég var til í hérna, ef að gera pack fyrsta okkur til að drepast, hinn 2 fá hálsmenn með duftinu. Mér finnst það fallegt, sko. Það er ekki freka börnin okkar þá? Nei, við erum hvað börnin vilja eiga það eitthvað. Þetta er bara fyrir okkur strákara. Þetta er bara svona eins og Kitty Brits, þetta er bara spari. Ég get lofað eitthvað því ef þið myndir setja því erfaskráð ykkar að láta búa til hálsmenn úr ykkur. Ég mun ekki ganga með það shit. Það er alveg staðfest. En byrju, máma er þetta alveg? Er þetta ekkert mál? Allt svona er skýtlegt í Bandaríkjunum, ég veit ekki með hérna. Nei, ég meina, þú veist, að því að ég skil alveg ákvörðuna bara, mér langar að gera það, en svo er, þú veist, það er einhver sem þarf að búa til hálsmennið. Já, það er kannski ekki allir klárir í það. Nóg til að peningarna. Svo bara, nei, þetta er leiðilegt slúður, ég nenni ekki að fara til þetta. Óskum sín okkar, Aroni Kahn og Ernu Maríu Innilega til hann ekki. Það er baby á leiðinni. F95 blöð, það er einhvers barnabarn. Já, það er rosalegt. Fyrsta barnabarn F95 blöð, það er rosalegt. Já, Innilega til hann ekki, geggjað. Já, ég man þegar hann steig á svið með okkur á þjóðu til 17 ára gammal, sko. Já, þau eftir að mastera þetta er veistla. Þetta var slúðupakki dagsins, við skuldum auglýsingar fyrir löngu síðan og svo förum við í sverð. Fyrir að hlusta FM95 blöð hér á FM 957. Ég veit að þið vitið það, en það er bara þægilegt að opna innkomu á einhverju svona eins og að segja þessi að hlusta á þáttinn á þessar útvarpsstöð. Það er klassískt að segja líka að það hafi verið sendibíll að bakka með glænýjan tónlistarklub. Já, það var svolítið fyrir 20 árum. Það getur maður gert svona bíp, 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 hann er bakka inn með fulla bílatónlist. En við erum ekki í beinni útsendingu núna því að við Steindi erum í klefanum og ætlum að fara í svona dagskrárlið sem er einn á okkar nýjustu og einn á okkur uppáhalds. Já, þetta er allavega eitthvað sem við höfum mjög gaman á og vonum til hlustendur líka og það er dagskrárliðurinn Sverðuða. Og við vorum að fatta bara áðan hérna frammi, Steindi, að við höfum verið að ringi fólk sem við þekkjum, svo höfum við verið að ringi fyrirtæki, við höfum aldrei ringt bara í fólk út í bæ. Nei. Bara við förum inn á já.is og bullum í einhverjum sem við þekkjum ekkert. Já. Og þá er ég að meina sem er ekki fyrirtæki. Nei, þetta er mjög spennandi. Og við þurfum að finna samt eitthvað gott teika á þetta til þess að geta haldið viðkomandi á línunni aðeins. Já, ég ætlaði svolítið að vinna með að ringja og vera að leita einhver sem ágja heimaðar eða eitthvað. Mér finnst að þú er að taka, eins og ég sagði ráðan hérna með humarinn.
Já, sölutrygg. Já, því að það er alltaf vont þegar þú ert að selja og það er eitthvað sem að keypti ekki neitt, þá heldur hann að línu því að hann vil alveg koma sér út úr þessu, fattar. Já, einmitt, og nennir ekki að standa í þessu, sko. Nei, en ég skal byrja. Ok. Já, þá þarf ég bara að finna hérna nafn og bara ef ekki að negla okkur í það. Já, hvað ætlar að vinna með? Hanna. Já, hljóma vel. Hanna María. Hanna. Já. Hæ, þetta er Baldur hérna, er Árni hjá þér? Er Árni hérna hjá þér? Árni? Já. Nei, það er engin Árni hér. Sverðu það? Hæ? Sverðu það? Sé ég Árna? Sverðu það, hann sé ekki hana. Já, hvaða Árni? Árni Bárðar? Nei, ég þekki engan Árni Bárðar. What, sverðu það? Já. Ok, ég er að reyna að selja hérna fótanilstækin, hann ætlaði eitthvað að tjekka á þessu. Já, er þú að selja? Já, Já. þannig að það er til, sko. Já, ég bara þekki engan Árni Bárðar, því miður. Nei, ok, vantar þig eitthvað, svona fótanilstæki? Nei, bara alls ekki, sko. Sverðu það? Nei, ég sverða. Já, þannig er það ekki lengra. Nei. Það er ok. Ok, takk. Hefur hún svarði það? Já, ég fekk hann til að sverja það nokkur sinni. Já. En var ekki eitthvað svona, var ekkert eitthvað brjáluð? Nei, en hún var... Nei, ég veit ekki, maður er svo sem ekkert að leita því að eitthvað verið brjálað. Nei, veistu hvað, mér finnst bara þetta svo gaman. Já. Bara, er hann að notni? Nei, svarði það. Ok, viltu gaur, fyrst að ég ringdi konu? Já. Ok, Hannes. Ok. Varstu búin að ákveða hvað ætlar að gera? Nei, en mér varst þetta svolítið sniðugt hjá þér. Ok. Þú varst að leita einhverjum til að selja honum eitthvað drasl. Ok. Er það ekki bara? Það er stilaði bara. Já, ég get sagt eitthvað nýtt. Ok. Halló? Já, góðan, er það Hannes? Það er kallinn. Já, sæll og blessaður meistari. Heyrðu, hérna ég var að koma við og það var enginn heima og ég næ ekkert í hana þrúðina. Ég spói varandi humarinn hvað ég var að setja hana komin fyrir. Humar? Já. Hvaða humar? Varst ekki að kaupa að mér humar? Ég? Já. Ég kem bara á fjöllum. Sverðu það? Alveg að tala. Já, ok. En býttu, hún Þrúður, konaðinn, hún er búin að vera í bandi við mig. Nei, og það er mannavel. Kona mín heitir Þórun. Sverðu það? Hæ? Býttu, sverðu það? Hún heitir Þórun. Já, kona þín? Já. Ekki Þrúður, eða? Nei. Sverðu þetta? Þannig að þú ert að fara með mannavel. Þannig að þið voru ekki að kaupa að mér 4 kíló af humar? Nei. Býttu, Ekki ég. En sverðu það? Sé ég það? Nei, sverðu það? Ég sverða. Í alveg tala, en hvað, býttu, en ég... Hæ? Já. En Þórun, ætli hún að vera að panta hjá mér humarinn, eða? Hún hefði þá sagt mér það. Já, sverðu það, hefur hún látið þið vita? Já, ég hef ekkert, veit ekkert um þetta með þetta humardæmi. Nei, ég skil ekki neitt sjálfur, sko. Nú maður komin allavega hérna út á Reykjanes, sko, bara með fullan bíla humar, sko. Og ég fekk þetta númer, sko. Þórun, konaðinn, var hún að panta þennan humar, eða? Ég veit það ekki. Sverðu það? Nei, ég sé það ekki. Nei. Það er að ná í hana. Nei, sverðu það? Er hún búin að borga þetta? Nei, það er ekki búið að borga neitt, sko. Nei, þá sé ég það ekki. Nei, ég sagði, þú kannast ekkert við hann humar, sverðu það? Ég sver að ég kannast ekkert við hennan humar. Já, ég skilði, ok, þá, sko, pönturinn er, og hún heitir Þrúður sem pantaði þetta, ekki Þórun, sko. Já, þá er það, hún heima einhvers annars og hefur gefið þetta rátt númer. Já, ég meina, hlýtur það ekki að vera? Það er eina í stöðunni. Sverðu það? Þú þarf að fengja, ég hætti nú þessu bölli og hérna reyndum að hafa samband við þessa Þrúði. Já, ekki spurning, ég byrst nú afsökunar þessu, ég ætla nú ekki að trufla þig en ég nefnilega bara þannig málum vexti að ég er með fullan bíla humar í maður og það er enginn sem kannast við þetta maður. Nei,
ekki kannast ég við það. Nei, má bjóða þér að taka þetta kannski þá bara Nei. Sverðu það, ef ég tek helming af þessu Hæðu, Já, þú hefur það bara gott í dag. en ef ég tek af þessu helmingin og Hérna, þetta er gott. Það er góða helgi. Já, sverðu það Meinar það? Sko, sömulegis, sko Þú fegst Þetta kallast að fá einn, sko ég veit ekki hvað bara að segja pöndum lags Þú fegst geggja símtalmaður Ég lifi fyrir svona símtal Ég vilja hafa mín megin Hann var hérna Hann var geggjaður Hvað það er ekkert? Þið voru báðir svona pínu bá kona mín heiti það ekkert maður Við vorum báðir svolítið hiss á þessu þetta var stórkostlegt Þetta var aðeins, ég heyrði þetta á toppmaður það er allir í Reykjanesbæ, það er okkar fólk Já, hann var bara að reyna, hann nefndi ekki að standa í þessu Nei, þú veit ekki Þetta var hann, þú veist, ég meina, þau voru ekkert að panta um humar Nei, en ég hef samt alltaf keypti humar og hálfvirði það verið í boði Sverðu það? Já, ég sverðu það, þetta var dagskalurinn Sverðu það, í fyrsta sinn í reynda við litum Jóngnar, náttúrulega taka þessi þau Já, það ekki sem að fyrsta sinn í smátíma sem við hendum okkur í hann hérna Louis Fonsi, já, þetta er sama með Despacito maður Já, fannst þið kannast við þetta nafn Hversu gott var það lag þegar maður heyrði Despacito Despacito Hafa það breytið Mér finnst þetta Þegar maður heyrði þetta fyrsta sinn Þetta sem þú varst að spila núna SML Culpe Já Mér finnst það á pari SML Culpa Já, ég er að bera þetta fram eins og innfættur sko Já, gerði það bara alls Ég seti þetta lag á pari við Despacito Það er svona mitt faglega mat sko Ég er að spá sko Mitt mat Já, þitt mat Ég er ekki að segja þitt mat sko Nei, það er ekki mitt mat Þegar við erum í miklu stuði strákar þá eigum við nú alveg til að hendi lög Þú veist, ef við erum kannski að fara að skemmta á þjóðatíð og gera eitthvað svona, við hendum í lag Já, við erum búin að gera lag með Röggu Gísla Þú getur þetta að spila það Það er stóra sviði í kvöld, við erum að minna á það maður Hvað veistlar í kvöld? Það er Bergur Ebbi og Dóri Díena og hrekkurinn á Rikka Já, er í kvöld Ég er bara að býða eftir því sko Já, það er tekin hrekkur í kvöld í fyrsta sinn í 15 ár og einn af mínum uppáhalds við getum orðað þannig, þessi hrekkur er rosalur Þetta er geggjað þáttur í kvöld, það er Dóri Díena og Bergur Ebbi og hérna, nei, það sem ég ætla að segja við ykkur strákar var að við getum hengt í svona lag næstu Þetta er rosalega sko Eitthvað svona, Þetta er svona rólegt, þetta er svona dilla bossalag sko Það kemur ekki stemning í dalnum og hendur í eitthvað svona sko. Við getum alveg verið með tempo þurfum ekki alltaf að henda bara í það Getum hend bara í eitthvað King Richie, þetta er bara málega King Richie getur huggað sig við það núna Hann er fullur á tenni og nú er það frá niðurlegaðan fram á alþjóðu kvöld og hann getur huggað sig við það Hann er fullur, hann er með hann er sunshine Mér fannst hann Það er engin, þessi hrekkur svo ég bara lýsa honum stutt hann heldur hann sér í beinni útsending á Stjörnuvellunum og mánið með honum eins og hann hefur verið fengið inn á síðustu stundu til þess að taka þetta með honum og mánið með okkur í liði og þetta er stórkostlegt Mér finnst hann ekkert fara ill út hann er mjög mikið fagnaður en mánið fyrir að kostum hann Já, mánið geggjar í þessu rekk en herðu, drengir, það er komið að nýjasta lið F95 blöð Top 3 og við svörum náttúrulega allir ég er búin að skrifa mín svör Þú ert líka, alveg Þannig að ég ætla að byrja á ég tók upp eins og ég kom inn á aðan það voru auka þáttur af blöðkastunum með Jóni Jónssoni og Frikka Dór og ég spurði þá að þessu þarna sömu spurningu og nú ætla ég að spyrja ykkur hver er 3 uppáhalds íslensku tónlistarmennir ykkar þið megið segja hljómsveit þið megið segja tónlistar megið segja söngari, söngkona, hvað sem það má vera einstaklingur band eða hvað sem er bara svona Jesus Christ íslenskri tónlist uppáhalds top 3 og ég byrja því að mitt er tilbúið Vil ég það? Þetta er mjög erfitt on the spot sko. Já, ég átti erfitt með að velja á milli svo tveggja í lokin. Hjá mér er þetta alltaf Bubbi Mortens Ég er búin að bara dyrka hans en ég var 11 ára eða eitthvað Já, sem var smígand og skítandi 11 ára, mannst þú þannig eða? Ég veit ekki hvernig það var í Kópavoginum en ég var ferskur sko Þetta var svona, spes stemning á þér Svo set ég verða að setja mína uppáhaldsvætna Ragga Gísla Mér finnst hún eiginlega mesta íkonist Hún er frábær Og enda þetta, þar er ég vesinni Svo er þetta annarkort Sálinas Jónsmins Nýdönsk eða Jet Black Joe Já, rosalega það er bara málið, þetta er eiginlega ekki hægt sko. Þú ert eiginlega með top 10 þegar að velja top 3 Mér langar að setja Bríeti, Frikka Dór fleiri, Tján, náttúrulega okkar besti maður og já, margir Valdimar og ég meina, þetta listin er endalaus, skilur
Muscle Boy til dæmis. Nei, Sverri Bergmann frekar En ok, ég ætla að segja bara ef ég tek bara hversu mikið ég dýrka þessar hljómsveit þegar ég var úlingur, ég ætla að enda á sálinni þó svo ég hef verið meiri Jet Black Joe og hérna kannski Já, líka auðvitað góðmur í sérstaklega að elska Sálund og lífinu. Ég meina, Steppi Hilmars og svo Gunni Jóns með tónleika á morgun. Maður átt að segja það þegar maður er í partí og Steppi Hilmars mætir. Mástu þú leiðir Rangá. Já, ég leiði ekki Rangá og Steppi Gils er hann í The Penguin Suite. Sko, þegar King Steppi Hilmars mætti þarna þá var maður alltaf að hugsa, ok, nú var að búið með hittana og kom ekki fleiri hittara, svo kom nýr hittari svo kom nýr hittari Damn the devil to hell, maður. Hann á nokkur lögum. Hann á heima þarna, ég er sammála því. Steindi, er annar ykkar klár? Ég er með helling á mínu lista þetta. Ég ætla að mála þetta er eins og ég er búin að segja, þetta er ógeðslega erfitt og en þú þarft að velja 3. Þannig að ég ætla að setja sem ég finnst vera ekki besta söngkona á Íslandi heldur bara í heimi, Jóhanna Guðrún. Mér finnst hún bara illa pakka saman Celine Dion í rauninni sko. Þú setur það á móti hver annari í a battle, ég held þú myndi vinna. Það er mitt faglega mat. Sverri Bergmann eða Manswes eins og ég kalla hann. Minnst það bara að vera besta söngur á Íslandi. Það er mitt faglega mat líka. Og svo set ég eftir miklu umhugsun þetta álfur vesen sko, þá set ég Bubba. Mér langa að setja John, Freka, Aron Kahn, Hnetuna og skilur Ingo, Bríett, Röggur Gísla. Þetta er svo mikið af góðum tónlistarmönnum. Ég er álfur veseni með þetta skilur. En ég sé vel þessa 3. Sko, máli er að þetta er sama hjá okkur öllum. Þú veist, ég er með, þú veist, Æbubbi, Jón og Frikki, Svessi, Jóhann, þetta er Þeir eru alveg búin að segja allt. Ég ætla að segja hvað öðru sér. Nei, þú voru bara að segja listan. Segðu bara þinn faglega lista. Það var enginn sami á listanum mínum og Hagli. Akkur er það skipt? Jú, þeir eru með alveg hins lista sko. Nei, ég var með Röggur Gísla og Sáluna Sjálfsmís. Það var með Jónu Guðrún og Sáluna listan. Þú fær bara að segja 3. Ég nenni ekki að hafa það að reyna að sleikja þá sem er ekki á listanum. Nei, það eru hellingur. Hvað meinur þið? Þið 20 manns? Hver er á listanum þínum? Hann bannaði mér ekki að taka upptalningu á hverju voru varanum. Og sagði svo bara sjálfur ég vil langa að segja Jóna Frikka og þetta og hitt. Steindi, það er búið að segja núna, þú fær ekki að tala upp á sem eru á back. Nei, þú varst að segja, þú ert með sama og við sáðum allt sem var að tala upp, eða ekki? Bubbi, Jóna Frikki, Svessi, Jóhanna. Ég kalli einn sem á listanum. Maður kalli einn áður að segja það. Ég segja að þú sett með Aron Kahn á listanum þar. Já, ég ætla að setja svon minn á listan. Eða ekki? Já, ég veit einn sem er pottit þar. Bjartmar Guðlaugs. Hörðu, við getum sé. Hörðu, leðu mér og blöðu að klára. Aron Kahn, Bjartmar Guðlaugs og Já, ég var að spá í því. Við erum með lista. Þegar þið tóku Jóhannu líka. Mér veist að sko, þær eru báðar svo geggjaðar. Ég var ekki með Jóhannu. Jóhanna er komin á blað. Þannig að en máli er að mest Bríett bara geggjuð. Þú veist, svona yfir höfuð bara svo mikill töfari. Og góð gamer líka. Og góð leikona. Já, hún er frábær gamer. Bríett var bæði á listanum hjá Jóni Jónssoni og Frikka. Góð leikona. Svo heyrði ég word of mouth að hún slá í gegn sem dómar í ædolun. Já, það er náttúrulega líka Daniel og físla mér að hún sé frábæðar. Svo er líka Jón og Frikki ég verð að setja annan á listan sko. Já, líka Jón hlustar alltaf á okkur þannig hlaupandi okkur 20-40 km á dag sko. Greið John hlustar núna og verð ekki með henni top 3 sko. Hvernig séfur á nóttinni? Þetta var top 3 listin og já. Nei, herðu, það vantar hitt, já. Það er alltaf 2, þeir eru svo lengi í þessu. En þetta er svo erfitt hjá þér, sko. Steinþór lengi, sko. Ég var mjög snöggur, sko. Svo er það top 3 bestu sjómanstættir allra tíma. Herðu, löggan á miljónina. Hvað er að gerast? Við hefum ekki vitað af þessu að það verið skaftalíðinni. Nei, það er ekki gluggi þar, sko. Var þetta að hæst? Það voru 2 löggamiljónir. Haldi ég þegar ég var að vinna í sporthúsinu og gluggalösa skrifstofunni og svo er gluggalösa stúdíónu í skaftalíðinni. Munið þegar ég fór út að reykja. Hérna er ég með að window. Ég saknaði spinnu þú varst að fastreikja. Nei, ég saknaði ekki neitt. Er lag núna? Svo kom ég inn og það var lagi var ekki hálna. Nei, við vorum meina alltaf komnir í loftið þegar þú varst ennþá fastreikjandi. Þú komstu hlaupandi inn í stúdíu. Já, ég gleymi aldrei. Ég hljóp alltaf inn í þáttinn. Svo er það, ok, hérna reykja aftur. Seinna í top 3 eru bestu sjónvarpsþættir allra tíma. Þetta var erfitt. Spurgum þið kalli aftur og við stenda hans 3. En já, þetta eru erlendir þættir. Það er ekki vera íslenskir, því ég ætla að taka það seinna uppáls sjónvarpsþættir mínu erlendir, ég verð að setja Peaky Blinders sem ég finnst eitthvað bestu sjónvarpsþættir allra tíma. Better Call Saul sem er mest betri heldur en Breaking Bad. Ég verð að viðurkenna það. Og kannski óvinnsæli skoðunum, ég finnst það. Nei, ég held að segja alveg heldur ekki liðið sammálaður. Og ég varð að setja eitt grínþátt inn og þar var ég í vesinni, ég enda á að setja 30 Rock. Já, ok, þú ert ekki með Seinfeld inni. Þetta var allt mjög vel valið höfður Blondale. Thank you. Já, ég hugsaði þetta líka, sko. Ég var búin að hugsa South Park eða Seinfeld eða
Hvað ert þú með, Steindi? Sko, ég að berjast fyrir að setja Vægir eða Sopranosinn. Já, Sopranos voru ofalega hann. Já, ég ætla að fara svolítið óhefnbunda leið í þessu. Ég ætla að segja Nathan for you. Já, ég ætla að gefa Nathan þetta, því að hann fæ nú ekki oft props svona frá Íslendingum allavega. Ég ætla að gefa Nathan for you þetta. Ég ætla að gefa Eagle Heart þetta. Eagle Heart? Já, svakalegi þættir. Þetta Eagle Heart. Eagle Heart. Það er djöfla síröttu með þetta. Þið ættu að tekka á því sko. Nathan for you og Eagle Heart. Chris Montana sko. Já, ég er að flýta. Og það er þriði á listanum. Google gilsið er þetta núna sko. Svo er ég að spá ég að setja þessa tímalausu snild sem voru gerðir á þetta eru HBO þættir, pæli í því strafars. Þannig að var alveg budget í þessu þóttu þetta hafi stundu verið súrt. Ég ætla að setja Tilsomni Kryptandinn. Ég þekki ekki þættina. Ég ætla að setja Dave Chappelle Show. Ég er ekki lægi með þig. Dave Chappelle Show reyndar á að vera aðna. Og tveir þættir sem hún sagði sem ég þekki. Eðlilega eftir Vægir og ég hef örgulega South Park að vera þetta líka svona teknikli sko. Setja ykkur þættir sem fólk þekki. Þetta eru þættir mín í dag. Ég er ekki dróðsamlega sem morgun. Sko, málega ég ætla að byrja á Breaking Bad og ástæðan fyrir ég er alveg sammála, ég hugsaði mikið Better Call Saul. Eina ástæðan fyrir ég set á ekki ég set á eiginlega pari, minnst ég jafngóður í rauninni, er að ég kláraði Breaking Bad miklu svona aggressívar en ég kláraði Better Call Saul og það er svona einhvern veginn hlýtur á vísbendingum að ég einhvern veginn festi meir í þeim og kláraði það hraðar, þannig að ég set þá sem andinn frekar en Better Call Saul. Succession ofalega með líka sem fyrir með svona bestu finance þættir í heimi og Korið með Game of Thrones og svo set ég 2.5 Men. Ég held ég hef aldrei hlegið mikið. Veistu hvað það er fyndið? Charlie Sheen er svo fucking fyndin í þessu þáttum. Þú veist að segja, þú varst alltaf að horfa á þetta. Ég get horft á þá again and again and again. Mér langar að setja Parks and Recreation. Ef þú myndir sjá núna Chris Elliot taka Chris Monsanto, þá myndir þú gleyma 2.5 Men. Nei, þú veist 2.5 Men er ekkert eðlilega fyndið. Þarna komnir okkar listar. Þetta voru okkar uppáhalds íslenska tónlistafólk og uppáhalds sjónvarpsþættir erlendir. En við viljum auglýsingar, svo er það spurningkeppni Gilsarans og Blast from the Past sem er þeirra Gunnþór hringir í Sjálfstæðisflokkin daginn fyrir kostningar. Peppar að hlusta það með þess. Ég hef ekki heyrt það í 6 ár. Herðu þeirra að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Gamla gott með M&M, Spacebound, sturlalag. En hér á FM það styttist í Blast from the Past. En áður við förum í það ætlum við í spurningakeppni Gilsarans. Það er næst það? Yes. Það er næst. Áttu ekki trailer, hættu alveg trailerunum, það er alveg búið eitthvað. Hann er allavega ekki verið. Nei, herru, hann er svo sem þetta. Ég get alveg sett hann á. Var trailer 3 ár síðan að setja hann á sko. Tjekkum hann. I'm gonna ask you a question and I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Já, svona reyðjast upp fyrir með náttúrulega hann ekki að spila það lengi. Sko, það var þyrla í trailerunum. Það er rosalegt. Það er alveg góð trailer, wow. Það var, já, King of Jesus. En þú ert eitthvað búin að stútir þetta eitthvað. Já, málega, sko, ástæðið fyrir ég ætla að vera með þetta er að, sko, Garðabær er farin að stróka boðorð út frá the Bible. Er það bara bæjarfélag? Já, það er Garðabær, já. Núna í Garðabæ máttu gera niður nágrannaðinn á þess að Jesú fari í fíl, eða skilur, þeir strókuðu út 10. Það þýðir eitthvað sem eitthvað svona ekki gera niður nágrannaðinn eða horfa á það. Ekki gyrnast náungan. Það er þessi basically sem það þýðir. Það þeir strókuðu það bara út og Garðabær með 9 boður. Þannig ég fór að hugsa, hörðu, hver er King of Jesus þetta? Þetta voru 10 boðurinn. Já, hvað er það boðurinn 10? Það er asshole. Jú, þetta veit ég allt. Nákvæmst að spyrja það. Nei, ég bara myndi ekki nákvæmlega hvað það eru 9 Garðabær, sko. King of Jesus. Sko, væru til í að taka eitt fyrir liðið og láta crossfesta þig. Taka eitt fyrir liðið? Hvaða lið er ég að gera? Hvað er í húfi? Bara, þú veist, one for the team.
Já, ég meina, þú veist, ef allir það er bara, þú veist, allir myndu deyja nema ég myndi krossast það. Þú veist, þú bara hangat þarna á þessu, skilur og ég sé að deyjir, en þú veist, þetta er óþægilegt. Það er fólk sem er að krossfesta sig páskana, sko. Já, en þú þyrftir samt eiginlega að vera með þarna aðeins dítelað hvað þýðir, þú veist, ég myndi aldrei gera þetta stemmingu, sko. Já, þetta er eiginlega ekki leiðilegt, sko. Ég held þetta sé alveg mjög leiðilegt og allt ræðilegt við þetta, en sko ertu bara að tala í stemningu? Nei, þetta er svona taking one for the team, Já, fyrir hvaða tím? Það er það sem Jésu gerði, sko. Hann tók þetta á sig fyrir. Haldi ég vera nei, ég er ekki eins og vissi. Ég myndi ekki take one for the team. En ég myndi segja þetta í blöðu Tindastóll og United loka báðu dolluna sísónu og crossfestið núna í og ég lifið af. Já. Ég myndi hugsa það. Það nagla í gegnum lóðan. Ekki tæk. Ekki nagla. Nei. Þetta er nei. Ég hugsaði mig 3 sekúndur þar. Steindi? Nei, ég held ekki að því að ég veit ekki eins og hvað er í húfi, sko. Nei, bara taka tvillið. Þú veist, hefur þú sagt bara að vera náan sásöka þröskuld, þú gætir þetta. Sko, hefur þú sagt, það verður heimsendir. Þú getur þetta aldrei. Og máur sem niðurlaði daginn, sko. Ég er átt séns í þessu. Hvernig getur þetta líkaði saman þegar eitthvað mávi, í ykkur máavissinni og er að crossfestur? Það er helviti. 0-0. Og það hrættu við hluti. Þetta er mjög spennandi. Boðor nummer 8 er: þú skalt ekki stela. Og spurning mín er: hefur þú stólið? Já, því miður. Já. Þetta er ég. Já, menn þetta stelst. Þannig að ég sé ekki að hlusta nú. Nei, ég meina, hlusta núna, hann lítur á að sé þetta á sín tíma. Já, ég finn hann missi þetta. Hann er alveg með Airpods og hann er að hlusta, sko, ég lofaði því. Ekki. En sko, í staðleginn svona 70 happadrænum ábæ og Söðakrúki, ég vann 200 kall. Og ertu búin að beðast afsökunar á það? Lítið reisjó. Ég vann 200 krónur. Heldur lítið reisjó á 70 þrennum. Já, hann var enda döðsjá og hljóðsá eftir. Og þetta var raskjeltur eða hvernig það staðan? Nei, það komst aldrei upp, sko. Ok, það er núna búin að komast upp samt, sko. Já, ég læt kemur peningin ábæ. Já, þetta var bara þegar maður úlingur þá bara stál maður reyna þessu. Þannig fáum ekki stig. Hefurðu sungið í kirkju? Já, ég hef sungið í Philadelphia söfniðinu. Það er sko dreila. Þetta er eiginlega 2-3 stig. Hann söng í Philadelphia söfniðinu. Og ekki, ég söng ekki bara, ég söng frumsang. Ég hef náttúrulega sungið oft í kirkju. Ég var alltaf með af og ömmu í kirkju og að syngja sálma og annað. Ég var reyðið flægið. Og varstu bara hana hver er það besti? Þetta er, ég sé þig, varstu bara hana í jakkafötunum, haldaðu biblíunni, skoðlóttur að syngja? Ég var ég var 6 ára. Þannig ég var ekki í jakkafötum. B, ég var ennþá með hár. C, já, ég var að syngja. Ég var að syngja frumsamda lag. En ef þú samtir, sko, frumsamda lagið fengi allir miða með texta til að syngja með. Varstu bara einn að syngja? Nei, þetta var svona, herðu, það er stórt að gerast eitthvað. Nafnarnir, Auðun, Blöndal, eldri og yngri eru búin að semja lag saman og vilja flytja það fyrir okkur söfniðin. Og svo fórum við upp á svið og við afi stóðum og hann spilaði gítar og ég söng lagið Hver er svo besti. Menni please segja mér þetta sé til on videotape. Nei, það var the love of God. Það voru alltaf kána kamerur. Er það að syngja lagið fyrir okkur? Ég er núna að syngja fyrir ykkur. Ég man ekki eftir því, sko. Hvernig var það aftur? Hver er sá besti, hver er sá besti, það er hann Guð. Hver er sá besti, hver er sá besti, það er hann Guð. Hann er upp á himninum, þangað vil ég fara. Hann er upp á himninum, ég vil fara þangað þegar ég dey. Það er ekkert eðlilega gott lagarindar. Hvernig mannst þetta? 6 ára? Ég veit það ekki. Það satt eitthvað í mér. Þetta er mjög... Þetta er geggja lag. Og það 6 ára aldrei. Það er grænir á látri. Já, ég byrja að segja með texta. Þú er að gera texta, sko. Klórand og gítara með hann. Hann var á gítarnum. Sungið í kirkju. Ég er ekki að tala um að þú veist vinurinn að gifta þig út fullur í kirkjun að syngja með eitthvað hann er, sko. Ég tala bara á sviðið eins og blöð, sko. Já, nei, ég hef ekki sungið í kirkju. Ég kom með fórustu. Já, og Steindi, ég var náttúrulega með lægri stöðul fyrir þessa keppni. Já, Steindi, þú er aðeins að, sko, nú er döða verið með þig að fá punkt, sko. Right now. Hefur þú hort á konu nágrannans og fengið stífan? Jésús. Nei, farði í næstu. Hvað, ég bara eðlileg spurning, þú ert búin að byrja þessa keppni vel. Farði í næstu. Þetta er ógslegt. Engin fengið stífan við það. Þetta er bann, sko, í Garðabæ er þetta ekki til að segja, sko. En við erum núna á Suðurlandsbraut, við erum ekki í Garðabæ. Þú ert líka miskilið þetta, svo ég nenni bara ekki að ræða þetta við þig, hvað maður verið að taka út, sko. Ég sá aldrei, ég fæði þessi frétt frá algjörlega fram með mér að vera tekið út boðorðið einhvers staðar í einhverju bæjarfélagi. Það er kippaði út þar. Já, ég. Ertu í Þjóðkirkjunni? Já. Nei. Steinþór, styrtu kirkjuna, maður. Sko, ef einhver fer til helvítis þá er þetta ekki að vera leiðilegur, sko.
Það heldur líka þetta að þú veist, ég held ekki. Ég held að við erum alveg Nei, ég get alveg lofa þér, þú ert ekki þar. En eða nóg eftir, ég get huggað við það. Það er nóg. Já, nóg eftir sko. Gæturu, theoretically, safnað hári síðu eins og Jesús. Það kemur steindin, þannig fær hann stig. Þetta er sko, er það ekki? Jú, ég geti það. Blöð? Nei, ég get það ekki. En þú getur það? Já, nei, ekki eins og Jesú. Ég get safnað síðu hári en það verður ógeðsleg. Það kemur ekkert á hausinn. En því meira sem það kemur samt þá er náttúrulega cover af það, þú veist, þú þyrftir bara lengri tíma. Er það? Nei, ég held ekki. Nei, ég fækst það. Það er 2-1. Boður nummer 5 er: heiðra föður þinn og móður þína, svo að þú verið langlífur í því landi sem Drottinn Guð þinn gefur þér. Og spurning mín í framhaldi þessu er: hefur þú margoft sagt opinberlega að faðir þinn hafi hægt sér í matvöruverslun? Nei, það hef ég ekki gert. Ég er búin að segja bara í útvarpinu og í Stórasvið. Já. Og þetta er boður nummer 5: heiðra föður þinn og móður þína. Það er ekki partur af því. Það er ekki partur af því að segja öllum að vera hægt sér í Nóatúnis. En pappi minn er stemningsmaður og hann hefur gaman að því. Já, en Jesú er ekki ánægð með þetta sko. Og ef að kallinni sáttu þá Jesú samt. Já. Hörru Steindi, varst að tala öndin? Það er bara gaman að. En nú er þetta verið að fá punktuna. Boður nummer 7 er: þú skalt ekki drýja hór. Og mín spurning er: ertu hórkall? Nei, sko, alls ekki. Sko, nú er þetta að útskýra. Ef þú sofið hjá konu utan hjónabands, samkvæmt Biblíunni ertu hórkall. Þá er hún drýja hór. Þegar samkvæmt Biblíunni verður að sofa hjá giftur. Allt annað er skítugur hórkall. Ég er ekki giftur maður, ég á 2 börn. Þú hórkall fáið punkt. Því miður, við erum ógiftir. 4-2. Jesú er ekki hrifin af man-on-man action í Leviticus 18:22 og Leviticus 20:13. Er það ennþá inn í Biblíunni? Já, þannig að mín spurning er: yrðurðu reiður að ég myndi skella mér að bak með landaköss? Nei. Gæti ekki verið með það sama. Þetta er þið brjálaðir. Er ykkur sama? Ég er í rauninni bara mjög glaður með það. Ég get ekki gefið ykkur pón sko. Jesú er þið helviti reiður með það sko. Já, hann verður það bara eiga það við sig. Hann er ekki hrifin af því að það er man-on-man action sko. En er þetta ángrís ennþá inn í trúnni? Já, sko, gaman bara kipti þessu ekki út sko. Þeir kipti út að það mátt ekki hristaði við nágrannaðinu sko. Getur ekki að skrifa alltaf Biblíuna bara eitt bæjarflag? Nei, þetta er bara kom frétt daginn, hörðu það, 4-2. Þetta er búið, það er einspurning eftir eða þú vilt valdi yfir hann blöð. Hit me. Jesú er ekki mjög hrifin af hristingum, hefur þú hristi? Já, það er 5-3. Það endur það þannig. FM 95 Blu í samstarfi við Dine-Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Harrið, það eru Dine-Out og Loop sem að færi ykkur FM 95 Blu á samt að sjálfsögðu Keiluhöllinni og Túborg léttöl. Gætust að rífa flippan af nokkrum léttöl í kvöld en Skiliblondel. Já, það ekki. Það er eina sem sko, nú þarf Svali utan að hlusta og Tenerife þarf að gera það sig. Byrja með light og krana. Já, finnum það ekki að núti? Nei, það er bara eitt stað sem light á allri eiginni. Já, ok. En það er bara að koma þess að, ég veit að hann að hlusta. Já, Svali, græjar þetta fyrir þig en það er komið að dagskrálið sem heitir Blast from the Past. Já. Og þetta erum við með á svona cirka 3 vegna fresti og förum við í gömul atrið úr 11 ára sögu FM 95 Blu og það sem ég er með núna er eiginlega nákvæmlega 6 ára gamalt. Ok. Og þetta er þegar Pétur Jóhann er Gunnþór daginn fyrir kosningar að syngja í Sjálfstæðisflokkin og Gunnþór var einn af okkur upp á skarðunum og ég er að spá í að setja þetta bara hérna á. Er þið tilbúin drengir? Rétt. Blast from the Past. Nýta Gunnþór, hann ætlar að ringja í Sjálfstæðisflokkin, í Framsóknarflokkin, við viljum að sjá hvað við náum, við veitum ekkert hvað sumir vita hver hann er og allt það og ég held að flestir okkar hlustendur þekki orðið Gunnþór, hann er brjálaður yfir ástandur í landinu og... Já, getur rétt, ég mynd það Já, þannig að ég var að byrja á Sjálfstæðisflokknum Þetta sem að sögja ekki á sínar ég Hvað segir þú? Já, hann sjálfsögðu byrju á Sjálfstæðisflokknum Hann myndi ekki kjósa þá Ég veit ekki alveg hvað hann kýs Valhöll Já Kostningar Já, halló, góð daginn Góð daginn Já, nú er bara kostningar á morgun Já Og hvað Ertu ekki klárir slægin? Já, ég veit ekki, eru þið klárir? Við erum alveg klárir til að taka við og halda áfram að stjórna landinu til góðra verk Já, það er stefnan hjá Sjálfstæðisflokknum að reyna að halda áfram
Já. Viltu nú bara, láta ykkur aðeins heyra það vegna þess að ég er óanaður með ykkur. Var það, já? Já. Hvað er nú? Já, ég er bara óanaður með að þið ætlaði að halda þessu partíi áfram vegna þess að partíi er byrjað aftur. Það er allt komið í hvínandi botn alls staðar. Já, hann er varkáran samt hann Bjarni. Já, hann breytir engu máli hvað hann heitir. Hann má þakka fyrir að flest geta keypt sér eitthvað að borða á meðan að allar lagsviði árur stótt fullar af einhverjum verðbréfapjössum, frussandi með sér freyði vinnu og sleikjandi hvern annan. Og sleikur og putt fyrir afganginn. Já. Og boðið engar breytingar. Það er ekki gott mál. Og aukni og lækkun skatt og aukni kaupmáttar og... Þetta snýst allt að halda bara einhver partí og vera fullir. Fá sér aðeins í glas. Það eru píratarnir sem er í partíunum. Já, þið segir, þið séðan er það nú eitt. Benda bara á hvern annan. Þessi er svona og þessi er insinn. Eru menn kannski byrjaðir að skvetta í sig, partíi kannski bara byrjað. Nei. Og kostningarnar ekki einu sinni yfirstaðnar. Nei, við erum allir slagir hérna. Og klukkan ekki orðin hádegi og menn byrjaðir að skvetta í sig. Hvað? Frussandi yfir hvern annan og steikur og putt fyrir afganginn. Já, þér er mikið niður fyrir. Já, mér er niður yfir, já. Já. Vegna þess að mér finnst bara ámanni brotið, bara hérna almenni borgar í landinu er að reyna að vinna og reyna að skila sínu og meðan að þeir sem eiga mest fá alltaf meira og geta svo bara keypt sér sleik og putt fyrir afganginn eða hvað það er. Já. Allir með öllum segi ég. Vegna þess að þegar fólk er búið að fá sér glas, þá slæfist stóngritin. Þá er allir bara með öllum sleikandi hvern annan. Æja. Ég vil bara menn svona hætti bara þessu partistandi og ég móka undir raskatti á hver öðrum. Æja. Er Bjarni Ben þetta kannski fyrir aftan þig? Nei, hann er það ekki. Nei, hann náttúrulega lætur ekki sjá sig þarna. Hefur hann einhvern tíma komið að inn? Á kosningarskrifstofuna, já. Já, nú hann hefur tíma til þess ætla hann sé ekki endalusum partíum, þegjandi ykkur að vinni sína og frussandi við sig og vinni sína freyði vinnu og borðandi súkkulaði húðu jarðabær. Hefðu þau ekki gullhúðuð? Gullhúðu jarðabær? Já, gullhúðu jarðabær. Og steik og putt fyrir afganginn. Já, gangi ykkur vel á morgun. Takk fyrir það, sömulegis, takk fyrir að ringja. Sömulegis, Belt. Ég var ekki bara að heyri til 6 árum. Það er eitthvað fyrir að ég heitt Og maður heyrði líka að það dó eitthvað meira og meira inn í viðmælandar sem var hægt að nenn að Já, svo líka, það sem var svo gott við þetta símtali er að þú ert að ringi kostningarskrifstofu daginn fyrir kostningar, þú tekur enga sensa. Það er enginn að fara að segja hvaða bull er þetta eða hættu sig eða þú bara hlustar. Já, hann var líka, það var að degi eitthvað inn í honum sko. Ég hvað þetta var leikur og Gerðu ykkur liðu, takk. Já, Blast from the Past verður aftur komið hér eftir 2 vikur eða 3 ár. Mér finnst líka gaman að leita þessum gömlu klippum þar. En herðu, fáum Ed Sheeran og fyrir svo í Sturlaðar. Sveið með þá, talandi Blast from the Past. Einu liðurinn sem hefur verið með okkur í 11 ár. Þetta er Ed Sheeran hér í FM 95 Blu og hér á FM, en það er eins og ég kom inn á hann, komið að virtasta dagskólið þáttarins Insane Facts. Já, Insane Facts og eru þið tilbúinir í þetta dreng? Það gæti alveg verið, strákar. Það gæti verið möguleiki, pingulítill að Ed Sheeran byrtist í stóra sviðinu. Það kemur ljós. Í kvöld? Nei, ekki í kvöld, en þátturinn í kvöld samt geggjaður. Richard verður hrektur í kvöld. Já, ég lofa þér eins og þú hlóst á hann að Gunnþóri. Þú ert eftir að hlæja svipað í kvöld að hreknum á Rikkan. Já, hann er frábær. Og það er margir búin að spurja, og þegar ég segi margir þá meina ég margir, er að þátturinn kemur beint inn á Stötu Plus. Já. Þannig að þú er nóg að vera bara með Stötu Plus. Kemur það strax inn. En eru þið tilbúinir drengir í Sturlaðar? Ok, eitt af þessu kjaftaði og ég ætla að byrja á einni sem að, já, mér er svona áhugaverð. Í dag er Back to the Future dagurinn. Þessi mynd kom út árið 1985, en reyndar var það 2015, en þegar þeir ætluðu Marty Fly og hvað heit hann áttur? Marty og Doc. Já, Doc, ætluðu að ferðast fram í tíman, þá fóruðu frá 85 til 21. október 2015. Sem er samt orðin núna 7 ár síðan. Þannig að það er ekki flugbílar hérna en það samt styttist í þetta núna. Þegar þú haft þetta 10 ára setna 2025, þá er þetta í rauninni fairly accurate. Þeir voru samt með helling Já, ef þú skoður eins og Bill það er í rauninni bara Donald Trump og hann búin að merkja allar byggingarna sínar og var hún fórseti Já, þú sást ákomin eitthvað svona 3D grafík í auglýsingaskilti og alls konar stemning sko. Flugbílarnir, það er þetta inn Nei, hann sagði að Elon Musk að það verða aldrei flugbílar.
Já, það verður svo tilgangslust. Það sem byrjaði eitthvað svona, eitthvað shit sem skullar eitthvað drasli. Þá getur bara, hann sagði bara, þú getur sett dekk undir þyrlu og það komið flugbíl, sko. Það bara nennir enginn að vera að fljúa á bíl. Það var líka sagt þegar að bílarnir komu og hestarnir sögðu, menn sögðu, hestarnir er ekkert að fara, sko, bílarnir er ekki að taka við, sko. Hestarnir er ekkert farnir, þeir eru ennþá hérna. Til hvers að vera fljúandi, þú veist, ég veist. Þá þarf þetta enga götur og engin traffic og það bara bílastæði, leggur drónanum og það sé bara í búð. En ef allir bílar eru fljúandi, heldur það þurfi enga reglur in the sky. Já, það er reglur, sko, en þá getur þú hjólað bara út allt og Gísli Martin mun rista sig ef þetta dettur inn, sko. Svo er það næsta Asapiosexual, já, ég kom með þess áður en mér finnst hún áhugaverð. Asapiosexual er manneskja sem heillast kynferðislega að gáðu fólki. Er það ekki samt heldur margir sem eru þá Er það ekki bara flestir myndi nú halda, sko? En ekki Rakel, Guri og Sigrún? Nei, þetta er ekki þau, með FM GOM, sko. Við erum færstu, sko. Við erum í útvarpinu. Svo er það næsta. Gæli ekki allir með þetta. Nei, krakkari sem betur fyrir ekki, já, annars ættu við ekki maka. Krakkari í Kína fá 7 ára fangelsistóm ef þau svindla á prófum eftir 15 ára aldur. Það er ekki helviti hart. Það er bara sami dómur í Íslandi og drepur ykkur, sko. Já. Og svindlar á prófi, sko. Hafið þið svindlað á prófi? Svindla? Nei, reyndar ekki. Sko ekki þekki miða en ég hef kannski kíkt hjá okkur hliðina og hvað Siggi settið eitthvað. Ég kíkti eins og fengið það báðu villust, sko. Ekkur 15 ára gríslingur fái 7 ára dóm fyrir að svindla á prófi. Ég er bara bænt. Þú svindlar ekki, sko. En er þetta ekki eitthvað svona lög bara sem eru úreldur og eru óvart að nynni? Nei, þetta er bara í Kína. Þú mátt ekki, það er svipa, held ég, var það í Kína eitthvað sem þú ert með tyggjó fyrir 5 ára dóm, sko. Já, ég meina, mátt ekki vera með tyggjó. Þú mátt ekki vera á Facebook í Kína, sko. Allt bannað í Kína. Bjór er mest seldi áfengi drykkur heims. Já. Það er eiginlega svona, þetta er ekki verið leiðilegur en það er augljós staðrend. Það er ekki störtlu staðrend, sko, bjór. Mest seldi áfengi í heiminum. Eða á vodki er ekki meira seldur en bjór. Það er ekki kannski við rauðin að hvitina eitthvað, ég veit ekki. Það er saman hvort þú ferð, það er eitthvað með bjór eitthvað staðar, sko. Já. Það er bjór hérna við hliðina. Þú veist meina þetta sé ekki sturglu staðrind. Nei, þetta er bara, sko, Steindi ætti að vera með þetta í augljós staðin, sko. Hvernig var það verið? Já, ég þarf að rifja það upp. Þetta er reyndar alveg rétt, ég sko. Já, herru, slíkum á maður. Þetta er ekki alveg sturglað. Við erum ekki það, enginn að skamma neitt, sko, en þetta er, hún er ekki sturgluð. En alltaf, fyrir ykkur sem að vissu það ekki, þá var bjórinn, hann er mest selda áfengi heims. Meðal manneskja dreymir 1500 drauma á ári. 1500 drauma? Meðan það er svolítið mikið. Sem segir okkur, maður man ekki 1/3 af draumum sín, sko. Ég myndi alltaf að væri Herðu, mér dreymdi illa í nótt. Ég er að fatta núna, mér dreymdi illa í nótt. Dreymdi að vera með COVID, ertu berri dreyminn? Nei, mér dreymdi. Mástu náttúrulega hóstaðin yfir okkur aðan á? Nei, mér dreymdi svo ræðilega hlutum svepp okkar, maður. Sís. Svona datt, þetta var, sko, ég er að muna þetta bara núna. Þú vil þetta skriti maður. Mér dreymdi þetta í nótt, sko. Þá var hann eitthvað svona að fýblast og stekkur, fattaru, fram af annari hæði eða eitthvað, allar að hitta á eitthvað, en hittir ekki og lendir á jörðinu og þú veist, fótbrotnar eða eitthvað, skilur þú veist, liggur að ræðilegt einhver líklegur í þetta, þá væri það hann. Þú segir að þú er að náða að sofna í nótt. Ég ætla að vona að ég sé ekki berðdreimi, þá er Sveppi núna að koma að hægjur. Talandi Sveppa, hann verður sannlega með okkur þetta næsta föstudag því að Egill er að fara til Tenni og þá verður þetta ég, Steindu og Sveppi. Það er við drauma með honum. Fólk sem er gott að þeika hlátur nær lengra í lífinu. Að þeik hlæja og gera það vel, það mun hjálpa að komast áfram. Vinsall á kaffistofun og svona, yfirmaður segir eitthvað fyndu, það er ekki fyndu bara. En núna, alveg hreinskilni, ég ætla að byrja á þér, Steindi, sem ég myndi væri yfirmaðurinn, svo myndi ég segja bara eitthvað núna, og þú átt að reynda hlæjins raunverulega og þú getur. Vandað ekki eitthvað svona fíblaskapur. Ætlar ekki að segja samt eitthvað svona? Já, ég segja bara, já, nema svo bara datta hann hérna í græna bollin, sko. Í alveg datta. Hann er kostulegur þegar hann byrjar, en já. Þú er vinsall. Vel gert. Já, þetta var bara. En þú Egil, hvernig þinn? Egil segja bara, já, en svo var hann bara gulur. Nei. Það er svo slengur. Steindir er vinsall á kaffistofun, sko. Já. Ég veit ekki, maður sé. Jú, ég er að feka það. En það er líka ástæð að vera Steindur ná langt. Þú veist, ástæð að vera besti baður í Mosó. Það var búin því að hann kunna sleikja raskut. Þú veist, það var kaffistofun að hlæja. Jesús almatur. En já, ég sko, en hlægið eitthvað, hlægið ekki bara alveg inn í ykkur? Nei, ég hlæg bara upp á. Ég er aldrei, sama hversu fyndin myndin er, ef ég er heima, ef ég er til þess, sérstaklega maður er einn, jú, að maður kannski hefur
Jó, maður hlæra hann, ég hlæ mjög sjaldan upp átt. Ég satt heima í gær, Rakel og niður að þýða. Ég var að horfa á svínasúpuna, poppa allt inn bara upp. Ég stóð með, ég grenjaði aldrei. Ég bara táraðist. En það líka því að þú ert involved. Ég var ekki að leikja þeim skemmt, sko. Það gerist af og til. Ég sýti ekki að grenja aldrei við sjálfum, sko. Nei, ég meira bara svona hlæ inn í mér og hugsa. Það var þegar Pétur var að kaupa sér nýja íbúð og hann tekka hvort það var að hægt að ríða íbúðinu og var að ráðast öll húsgögnin og svo endaði að Sigurinn Kjartansson. Var þetta bara í Mallandi í sjónvarpinu? Nei, þetta bara poppað upp. Svo það næsta. Minnsta dýr í heimi, eða minnsta mammal dýr, bara minnsta dýr í heimi er Bumblebee, sem leðurblaka og hún undir 2 grömmum að þyngd. Það helvíti lítið. Já, hvað er eitt salt? Ok, menna, þú kaupir ekki talað 1 gramm af kókaini, það svona í einhvern svona póka. Já, vantarlega sko hana. Býttu, er þetta eitthvað ég-patta? Nei, ég bara reyna að áttum á því hvað 2 grömm, hversu létt það og ég bara veit ekki það að ég hef haldið á grammi af kókaini, sko. En ég fór alltaf í hugsa hvort þetta væri bara eitthvað 2 saltkotn, en svo er þetta náttúrulega aðeins þyngra en það. Þetta er sturðið staðar. Nefn að þetta sé manjur og blusja fólk. Betur en bjórin. Var þetta fuglaði patta? Bjórin var það góður, sko. Það gaf góð staðrænt, hún var ekki sturðið, hún var góð, sko. En svo er það síðasta talandi léttasta dýr heims, eða minnsta að þyngsta manneski allra tíma á jörðinni var 704 kíló. Já, þyngsta manneski. Já, það er mesta sem að manneski hefur náð á Íslandi. Já, það er alveg þyngd, sko. Á Íslandi? Nei, í heiminum, segja það. Og nú spyr ég, drengir, hvað af þessu var kjaftaði? Ég ætla að segja að það sé bjórin. Bjórin? Hann sé ekki messelt? Já, ég held að þetta sé eitthvað brellarspurning hjá þér. Það geti verið eitthvað léttvín. Já, hvað segir þú? Ég veist, það er engin leið fyrir maður að giska á það, sko. Það var bara það góður í þessu. Ég segi bara hana 2 grömmin hann það shit. Nei, þú getur alveg bara googlað núna, prófa að skrifa Bumblebee Bat og sérða hana. Það er Bumblebee hérna í Transformers. Já, bara Bumblebee, 2E og Bat. Er þetta bíflugu leðurblaka? Bumblebee. Þetta er leðurblaka. Það var rosalegt. Sérða hana, hún er bara 2 grömm. Þannig að það er eftir mér. Nei, kjaftaðið, þið voru að gera grína, ég hef sagt þetta með bjórin. Ég bjóð til fólk sem er gott að feik hlæja nær lengra í lífinu. Já, ég held að það væri rétt, sko. Já, kannski það rétt, en það allavega ekki hvergi skrifa. Ég held að geri bara svona letið lítið út úr þess að bara frekar einfaldur. Það var alltaf hlæjandi eitthvað, gerfi hlæjandi út allan bæ. Þetta er Júli Heiðar með lagið Brendur hér í FM 95 Blö og það er komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi en Steindi ákvað að henda í. Þetta var nú liður sem ég var með þetta í gamla dag og heitir Myndurinn fyrir cash. Já, þetta er bara, þú veist, það er nokkuð liðir sem hafa ekki verið lengi eins og hvort myndur frekar. Þú ert að fá að lána Myndurinn fyrir cash, sko. Það má segja bara hérna, ég á trailer fyrir hann og allt, sko. Er bara mikið tímið hann. Já, bara þið kallið strákar mínir, þið megið bara ráða. Ég er til í þetta. Þú varst búin að hendi ykkur aðeins ekki? Ég með 7 spurningar. Ég þarf að geta bara gaman að vera hinum endanum í þessu. Já, sko eru þið klárir? Já. Þið þekkið þetta alveg. Já. Ég þarf ekki að útskýra þetta. Þetta er bara ég með pening á borðinu og eru þið bara geimið þetta já eða nei? Þessi liður hefur verið svona 400 sinnum Steindórs. Alveg sammála. Myndu þið fara í framboð fyrir 15 milljónir? Og þá eðlilega þyrftu það, þú veist, vinna vinnuna ef þið náðu kjöri og þið en náttúrulega ef þú nær kjöri þá ertu að fínu launum, það verður meira. Já, ég minna, þú veist, þá er þetta líka spurning, þú bara vilja gera það. En framboð hvar, þú veist, ég minna, fyrir bara velja eitthvað flokk. Sverri Bergmann, hann er komin í bæjarstjórn og hann fekk ekki 15 milljónir. Nei, hann er mjög aðstrýta. Hann er svo gaman að það, sko, þetta það þarf að vera passion project, sko. Já, ég hef alltaf sagt það, ef ég á að vera duglur þá er ég að hafa eitthvað svona passion fyrir því. Ég held ég myndi ekki nenni það. Nei. Ég meina, ég veit ekki hvort þú getur verið að raula eitthvað í útvarpi með því að þú skildi vera ráðherra. Ekki þessum þætti allavega. Ég meina, þetta snýst að vinna við eitthvað svo gaman. Ráðherra? Aldrei, það myndi aldrei ganga. Ef þú væri fram, sko ég er alveg viss það að þú myndi að fara í frambóð. Náttúrulega Davíð Oddsson var í Matthildi. Það var mjög vinsæll útvarpsþáttur. Já. Ég er alveg viss að þú myndi að fara í frambóð, þá myndir hún á kjöri. Nei, ég held náttúrulega ekki. Ég held að sé fólk myndi kjósa blöðarann, sko. Nei, ég held að náttúrulega sama hvaða flokku myndi velja. Alls ekki, held ég. Aldrei ekki? Nei. Ákveð verður ekki president eitt. Herta, myndi aldrei, er eitthvað rugglaður. Ég sverði það við börnum mínu, ég myndi aldrei. Nei, ég get náttúrulega ekki svarað það því við veitum ekki, en það eru enga líkur á það. Þú þyrftir í alveg tala, eða annar eitthvað, ég held að þyrftir svona 1000 atkvæði þá voru bara komnir inn. Nei. 100%. Jú, þetta eru svo fá atkvæði sem þú þarft, sko.
Ok, nei Sérstaklega að þú myndir fara á krókin og þyrftur bara 30. Mér er snó erfitt þegar fólk skal rakka mig niður fyrir að vera í fjölmiðlum. Hvað þá að ég verið komin í pólitík líka. Þannig að ég ætla að segja nei við því. Nei við því? Sál mín höndlaði ekki. Hvað segir Egill? Já, sko, konseptið mitt að vinna við eitthvað svo gaman að, sko, og sem er skemmtilegt. Og við gaman að koma fólk í formum, gaman að bulla hérna með ykkur, þannig að ég held að myndi ekki finnast gaman að vera í því, þannig að ég segi negativ. Þið segir nei við þessu og við höldum áfram drengi. Myndu sleppa því að raka ykkur og snirta í 1 ár fyrir 12 milljónir. 1 auka milljón á mánuði. Að raka og snirta. Fær bara laun og allt þetta, svo farið lagt inn að þig auka 1 milljón á mánuði bara fyrir að sleppa því, þá máttu ekki draga þig hvergi, skeggið, hárið. Má ekki snirta neitt. Nei, bara máttu ekki setja rakvél neinstæðara líka hún. Ég held ég myndi gera það. Ángríns. Af því að svo myndi ég bara reyna að vera að skrifa eitthvað með þessu, veist, og reyna að nýta þetta í eitthvað kannski. Það eru góða upp að þetta. Það er milljón á mánuði. Já, præsa þetta rétt, sko. Ég nefndi ekki að vera núna að gefa ykkur eitthvað klink. Þetta er alveg upp að, sko. Já, auka milljón á mánuði og ég er ekki, ég þóli ekki, ég veit ég er sköllóttur. Og ég þóli ekki að ég þarf alltaf að raka mér hausinn og andlitið á svona 5. fresti. Það var gaman að sjá þig, þú myndir sanna, sko. Ég gerði það fyrir Eurogarðin. Ég var há þar með. Það var líka bara frekar þykkt. Já, við söfnuðum ykkur 1,5 milljón í þættinu. Já, var það ekki helviti gott hárað? Já, það var ekki þykkt. Við þurfum ekkert að ljúga og hlusta. Ég meina, það er hellinga fólki sem, þú veist, raka sig ekki og snittir sig ekki og fari ekki krónum fyrir það, sko. Ég segi já við þessu. Senan okkar sem við skrifum þegar lag af Danna hárið í rigningunni. Já, mér svo leiðilegt að hún var ekki inni. Ég vil að fyndi maður. Það var stefnumóti svo kom rigning. Það var að leka á hann hárið. Hann var að nota dufti sem ég var basically með. Og svo átti ég að vera að tala við hvað þetta var, Danni og Fríða. Nei, já, karakterinn þeirri Andri. Og það voru Danni og Andri. Við vorum bara að skrifa senu þar sem þeir voru að spjalla saman. Og svo var Andri alltaf bara Danni, háraður Ég held að ég var líka lendi í þessu. Hann bara, mitt hár líka. Ég held að allir væri að lendi í þessu, það væri rigningin, það væri eitthvað aðeins. Við lendum í því í tökum, þess að skrifu þessu senu. Svo var bara ekki tími til að gera hana. Ég lendi í því í tökunum, það byrjaði að rigna. Og ég var alltaf svona svartur á enninu eitthvað. Þetta púður hérna. En já, við sögum báður, já. Þeir eru alltaf hræðilegt ár. En þetta er fljótt að líða. Það er gaman að sjá þig með smá lubba. Já, ég tek þessu. Það var síðasta. Ætlaði að taka þessu, ok. Shit, ég þarf að velja hérna, það eru mistar allar Hæðilegar rosalegar. Þú veist, ég er alveg með eina njálgaspurningu. Ég veit þú vilt hann ekki blöð og ég ekki njálgaspurninga. Það er alltaf nei. Hann er komin aftur í skólan. Ég gaf það njálgurum, sko. En sko, ég með eina spilaspurningu, eina bettspurningu og eina, ég ætla að spyrja ykkur fyrir ykkur. Ok, þið mættuð ekki stunda sjálfsfróðan, drengir. Ég veit fertugir og allt þetta. Já, alltaf ég að minka þetta tal. Ég að minka penisinn, sko. Í 1 ár fyrir 500.000 krónur á mánuði. Já, ég tæki. Það er sant, sko. Þú ert aftur að præsa þetta þannig, Steinþór, sko. Ég tæki. En má blöðurinn skella svo á baka? Mæntalega. Já. En má að nota svona hjálpatæki, þú veist, þessum menn eru að kaupa svona drast, sko. Ég er búin að segja ykkur, ég fullir virðingu fyrir þeim sem er að nota það. Ég verð aldrei múfukall. Ég get bara ekki. Þú getur verið góða múfukall. Nei, ég get bara ekki hugsa mig þegar þetta er búið að bara henda sér í uppvátavélina. Þetta er djöfull sem fólk gerir þetta. Já, en fólk sem er með, þú veist, alvöru fettis sem þarf bara að vera að plasta heimilið, sko. Já, ég er ekki dæmið það. Skúr eftir það? Ég er bara að segja, ég vil þetta ekki. Nei, hvað heldur ég myndi ekki nenna því. En fyrir að þú veist að þið finnst múfan vera vesen, sko. En mætti blöðurinn kaupa sér svona fullvaksna bara sílikondúkku sem mennur mjög vinslega núna. Ég er að velta steinu hvað máli. Þú ert að velta steinu fyrir sjálfa. Hætt að blanda nafninu mínu í þetta. Þú ert basically að hugsa þína grættu þarna, vitleysingurinn. Hann í rauninni má bara, nei, það myndi ég segja myndi flokkast undir líka, sko. En blöðurinn má fara á bak. Má bara vera með frúnni og þetta er bara Þetta er já hjá mér. Það að svara segja þetta. Þetta er hálf M, sko. En og aftur þetta með geggjuðu verða á þessu. I'll take it. Við sögum já með öllunum að frambóði. Já, þið færu hvoru er frambóð. Já, herru, við erum bara að tala svo mikið í þættinum. Við skuldum auglýsingar hérna áður á kveðjum, sko. Óransur úr hágæða Valencia appelsínum beint frá Flórída. Agla gósgerð, bannað að þamba. Club Solon. Bródísmenn er í grimmum gír og ætla að vera með risafjör á Solon helgina. Fjöldaskál í töfrateppi og almenn læti sem enginn vill missa. Unital. Náttúruleg leið til að sofna. Unital Melatonin stuðlar að því að draga úr þeim tíma sem þarf til að sofna. Unital fæst í næsta apóteki.
Þú færð úlpu á alla fjölskylduna hjá okkur. Sintamani, Austurhrauni og sintamani.is. Jalapeno lime eða mango tango. Loop. Merch. Ert þú einn af þeim sem ætlaðir út að borða en gleymdir að bóka borð? Findu laust borð inn á dineout.is og í Dineout Iceland appinu. Jólaljós, jólaserjur, jólaskraut og jólagleði. Komdu og undirbúðu jólin með okkur. Bauhaus í 10 ár með eitt mesta jólaúrval landsins. Skeifunni. Pantaðu kvöldmatinn á aha.is. Þú sækir eða fær sent heim að dyrum með 100% rafmagni. aha.is. Verkstæði Í samstarfi við Dineout og Loop Jalapeno Lime Merch. Tek undir með Bó Halldórs að ekki missa af stóra sviðinu í kvöld sem byrjar eftir klukkutíma. Gekkja þáttu Bergur Ebbi og Dóri DNA að fara og kostum þetta með okkur og ég lofa góðum þetta. Gefum beintin á plúsin. Já, beintin á plúsin. Ég er mjög peppar svo hrekkin. Já, tekin hrekkur í fyrsta sinn í 15 ár sem ég er mjög peppaði fyrir að horfa á sjálfum. Með meira þeim, skemmtilegt. Já, það er bara svo erfitt að gera þetta. Það er svo mikið stress, það getur allt trikka. Hvernig helgin? Er allar menn að fá sér í glas eða veistlustýra á morgun við Já, svo er náttúrulega rosalegt UFC-kart annarkvöld strákar. En ég Það er Chelsea United á morgun líka. Það er eitthvað sem ætli að horfa enska bolta. Bíddu, klukkan hvað byrjar? Byrjar 4:30. 5:30, UFC er 6. Fólk getur tekið leikinn og beint UFC. Já, það getur pantað eitthvað borð á Keiluhöllinni og hort á leikinn, besti staðan til að horfa á boltan. Já, góð matur og alltaf på 10, góð gæð og skjálfum. Já, getur hendt ykkur í karaoke og pílu, þannig að við mælum með því. En Egill, þú er ekki með okkur næsta föstudag. Nei, ég ætla að fá Tenni. Það er álur á sveppin í staðinn. Þú ert að fara til Tenni bara í fyrramáli, það er rosa. Já, sko, flugvili fer klukkan 12:00. Geggjaður flugtími, sko. Þannig að playið með svona þægilega flugtíma á laugardag, sko. En ef ég verður á Íslandi og mögulega ætla að taka, málið er að það er að byrja aftur hana serían á höfðingjanum, hana Pókamóti heima með höfðingjanum og hana 7 sunnudagar í röð og fyrst er núna sunnudaginn og 1 M er tryggð, þannig að frávarinn bara með að minnast á þetta, þannig að það er á sunnudaginn. Skemmtilegt. Rosalegt. Það er bara góða helgi, kæru hlustendur. Þú býtu Tenni. Já, þú ert að fara aftur til Tenni því að þú missir að Kópavogsblótinu. Það er allt uppselt en ég held að sé að reyna að tróða einhverjum auka borðum og það seldist upp á 3 mínútum. Já, það er bara 2400 manns. Líka fólk er mjög þyrst núna post-COVID, það er allir mjög þyrstir sko. Þannig að það er ekki að selta örgulega. En ég held að sé að reyna að selja einhvern okkur. Er þið veistljóra þar? Já, það verður veistla. Það verður gigg. Já, góða helgi, kæru hlustendur, við verðum mættir í Blökastið og Blökastið í mynd næsta þriðjudag er búið að taka upp hann Egill með okkur þar og svo verður vonandi Sveppi með okkur næsta föstudag. Það verður bara sem allra best. Þetta er lagið fyrir þig. Thank you, mjög góð.